Iðnatæknitorg þjónusta sem að þjónar öllum háskólum landsins og helstu rannsóknarstofnunum. Við sinnum svokallari tækni- og þekkingaryfirfærslu. Það sem við gerum að við greinum rannsóknarniðurstöðurnar sem eru að koma út úr vísindaumhverfinu á Íslandi út frá hagnýtingarmöguleikum. Þetta geta verið niðurstöður úr hvaða geira vísinda og rannsókna sem er. Við könnum mögulegt að tryggja hugverkarétt, hugsanlegt einkaleyfishæfi þarna í þessu, hverjir út í heimi eru virkir á þessu sviði, hverjir gætu haft áhuga á viðkomandi uppfinningu. Þetta stundu svolítið stórt stökk fyrir einhvern sem að vinna í háskólaumhverfinu, þú veist, að færa sig yfir á svona sprota eða einkaleyfi eða þess háttar. Mjög gott að hafa einhverja stuðningsaðila í því ferli. Það gríðarlega gefandi fyrir rannsakendur að eiga samtal við okkur, taka jafnvel þátt í masterclassunum okkar sem eru 3 daga þjálfunarbúðir þar sem að vísindafólk getur unnið með sínar eigin rannsóknir og við hjálpuðum að setja þetta í svona verðmætaskapandi umhverfi. Ég hafði í rauninni aldrei hugsað út í að hagnýta niðurstöður rannsókna minna annað en að birta þær í tímaritum. En masterclassin í rauninni opnaði svolítið þá sýn að kannski maður ætti að bíða með að segja frá hlutunum og sækja einkaleyfi á uppgötvunum svo maður gæti í rauninni aukið verðgildi eða aukið einhvern veginn svona valjúið á niðurstöðunum sem mér hefði aldrei dottið í hug áður. Við erum núna farin að uppskera árangur þessa starfs. Áður en að Auðna var stofnuð að þá var úr öllu vísindaumhverfinu að koma kannski ein einkaleyfisumsókn á ári. Sum árin var ekkert að koma á. Núna í ár þá erum við að sjá að það að koma einkaleyfisumsóknir ein á mánuði. Þetta meir en 10-földun. Það eru meiri tækifæri, það eru of fáir að sækja einkaleyfi held ég við háskólann og Landspítalann, þar sem ég vinn líka. Því að það fullt af áhugaverðum rannsóknum í gangi og þetta hefur kannski bara ekki verið kúltúrinn hérna. En svona fyrirbæri eins og Auðna mjög góð leið til þess að virkja mannauðinn og hjálpa fólki að koma þessu í ferli. Það algengur misskilningur að það dugi að birta niðurstöður og þá muni allir geta nýtt sér það. Ef að þessu fylgir engin réttur að þá draga menn hendurnar að sér og leggja ekki pening í það vegna þess að getur hver sem valtað yfir þig og yfir þína hugmynd. En með því að hafa hugverkaréttinn tryggðan að þá gefst tækifæri til þess að láta hlutina vaxa, þróast og skapa verðmæti og störf. Markmiðið náttúrulega með rannsókninni að finna eitthvað sem við getum notfært okkur til þess að hjálpa þessum krökkum. Þannig að ef það þarf einkaleyfi til þess að koma þessu í markvissari ferli, þá myndi ég eitthvað það.